Góða kvöldið og velkomin í allra heilagra messu. Það þau Rolf og Ulla sem léku fyrir okkur á Hörpu og Básunu og við píanóið situr Óskar Einarsson og með honum í kvöld nokkrir félagar úr kór Lindakirkju. En í kvöld ætlum við að eiga ljúfa stund. Við minnumst látinna ástvina, kveikjum á kertum og hlustum á fallega tónlist. En við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman. Við segjum nafn Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og mér finnst við hæfi að biðja bæn eftir Valdimar Brím sem hljóðar svona. Kom huggari, mig hugga þú. Kom hönd og bindum sárin. Kom dögg og svala sálu nú. Kom sól og þerra tárin. Kom hjartans heilsulind. Kom heilug fyrirmynd. Kom ljós og lýstu mér. Kom líf ævin þver. Kom eilífð bak við árin. Og þá fáum við að heyra lagið Herra minn Guð til þín. So
þegar við syrgjum og söknum þá getur verið svo gott að leita í trúna. Og mér langar að lesa fyrir ykkur uppáhaldsljóðið mitt sem hefur margoft gefið mér styrk í gegnum árin og segir allt sem segja þarf og það heitir Loforð Guðs. Ég aldrei hef lofað að brautin sé bein og blómskrítir blómstígar alla leið heim. Ég get ekki lofað þér gleði án sorgar á göngunni með mér til himinsins borgar. En ég get lofað þér aðstoð og styrk og alltaf þér ljós þó að brautin sé myrk og leita því hugan að lofað ég hef að leiða þér sjálfur hvert einasta skref. Þá fáum við að heyra lagið Umvafin englum. Sem vera að vonin ein hálfveikburða sofni í dag finnst vera eitthvað sem íþyngir mér en svo erfitt í fjarlægð að sjá hvort ég áleiðis fyrr eða staldra hér við og bíð og tómið og tregið mitt heim út á veginn. Ég veit ég varla tíð verið svo endalaus ótti við allt sem er og allstaðar óvin að sjá veðrin svo valinn og við áttan grimm. Ég vil fría mig skelfingu frá í tíma töfra ljóðin mín og tilbrigðin hljóma
Ritningalestur dagsins úr Jesaja. Sólin verður ekki framar ljós þitt daga og tunglið ekki birta þín nætur. Heldur verður Drottinn þér eilíft ljós og Guð þinn verður þér dýrðar ljómi. Sól þín gengur aldrei til viðar og tungl þitt minnkar ekki framar, því að Drottinn verður þér eilíft ljós og sorgardagar þínir á enda. Allir þegnar þínir eru réttlátir. Þeir munu ævinlega eiga landið. Þeir eru garður Drottins sem ég hef gróður sett, handaverk hans sem birtir dýrð hans. Og þannig hljóðar hið heilaga orð og Guði sé þakkargjörð. Eins og við sjáum þá hérna 6 dömur úr Kórlindikirkju með okkur og það er kannski alltaf að segja kynna vera aðeins. Við fengum nú fyrsta einsöngi á henni Önnu Berglund Böðvarsdóttur og svo það fá allar að syngja einsöngi í kvöld, eða flestar. Og svo Margrét Hjálmarsdóttir sem syngur næst með okkur, en við erum ekki með tónleika því að syngja saman. Textarnir komu upp á skjáin og því með gjarnan að syngja með. Og næst syngjum við saman Amazing Grace. Þá megið þið sem eigið auðvelt með rísa á fætur og heyrum heilagt Guðspjall. Þegar Jesús sá mannfjöldan, gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra himnaríki.
Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hóværir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða, ætla ég að segja. En sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu Guð sjá. Og sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir, því að þeirra himnaríki. Sælir eru þér þá menn smánæður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Gleðjist og fagnið því að launiðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Og þannig hljóðar heilaga Guðspjall. Lofsið þig. Gjörðu svo vel. Við ætlum að syngja næst yndislegt lag sem hefur fylgt mér sjálfum í mörg ár, 13, 14, 15 ár og magnað að fá syngja þetta og þennan texta. Og í viðlaginu kemur: þegar hafið rís og stormur hvín, þá hefur þú mig upp og gæti mín. Ótrúlega flott og Kolla ætlar að leiða okkur í þessu lagi í byrjun.
Sorgin gleymir engum, segir máltækið. Fyrir að síðar sækir hún okkur heim og það víst að ekkert okkar kemst í gegnum lífið án þess að kynna sorginni. En nú eru sem betur fer breyttir tímar og í dag vitum við að það hjálplegt að ræða sorgina, tala saman og tala hinn látna. En það ekki svo langt síðan það var ekki þannig. Hugsið ykkur. Ég sá svo fallega frétt daginn sem sagði frá rúmlega 20 strákum eða ungum mönnum, vinahóp sem heiðruðu minningu vinar sín sem féll fyrir eigin hendi með því að stofna fótboltafélag honum til heiðurs og sem ber nafnið hans. Og þetta framtak hjálpar þeim án efa hverjum og einum að vinna á sinni sorg og það kom líka fram í fréttinni að móðir vinarins, hún mætir á alla leiki. Og þannig hjálpar það henni eflaust líka að minna sonarins þegar hún horfir á vina spila fótbolta honum til heiðurs. Að því við getum ekki burðast ein með sorgina. Það best að fara í gegnum hana saman. Og mér langar aðeins bara að fjalla almennt sorg og sorgarúrvinnslu og nefna svo nokkur atriði sem gott að hafa í huga svona þegar jólin nálgast. En eins og við vitum þá sorgin eðlilegt viðbragð við dauðsfalli og missi. Og fyrst eftir missin þá finna margir bara fyrir svona doða eða óraunveruleika tilfinningu. Og ég minnist þess þegar ég upplifði skyndilegt fráfall í minni fjölskyldu að ég skildi ekki hvernig lífi hjálpar áfram í kringum mig. Þetta var að vori til og fuglarnir sungu og sólin skein, umferðin hélt áfram og það voru fréttir í útvarpinu og ég skildi þetta ekki. Lífið hélt bara áfram en ég var einhvern veginn, ég upplifði eins og ég stæði fyrir utan mig og fyrir utan allt. En við bregðumst ekki öll eins við missi og förum á ólíkan hátt í gegnum sorgarferlið. En það eru tilfinningar sem að margir kannast við sem að eru afneitun, reiði eða ásökun, sektarkennd, depurð og einmannakennd. Þetta allt eðlilegar tilfinningar. Og við getum ekki vísað sorgina á bug. Við verðum að vinna okkur í gegnum hana. Og sorgin, hún ekki atburður heldur ferli sem hann getur stundum tekið langan tíma. En við þurfum að finna sorgin í farveg sem miðar að því að geta lifað áfram við missin. Fyrsta verkefnið að viðurkenna missin og horfast í augu við áfallið. Og það tekur tíma að samþykkja raunveruleikann því það felur í sér að skilja og gangast við því að þetta hafi raunverulega gerst. Og það erfitt. Og annað verkefni að viðurkenna þjáninguna og vinna sig í gegnum hana, að því að andlegur og líkamlegur sársauki verður ekki umflúinn og það svona nauðsynlegt að takast á við hann. Og þriðja verkefni svo að laga sig að breyttum aðstæðum. Að því að missinum fylgir ekki aðeins söknuður, heldur einnig brostnar vonir og jafnvel breytt framtíðar áform. Og eins og ég segi, það misjafnt hvað hentar hverjum að einum þegar kemur að sorgarúrvinnslu, en flest þurfum við að geta rætt líðan okkar og hinn látna. Sumir okkar eiga fjölskyldu eða vini sem gott að leita til. Og svo hefur mörgum reynst vel að leita skilnings og stuðnings hjá fagaðilum eða meðal þeirra sem að þekkja af eigin raun hvað við erum að gangi í gegnum. Sumar kirkjur bjóða upp á sorgarhópa og svo sorgarmiðstöðin núna nýlega stofnuð og hún býður upp á ýmis konar hópastarf þar sem fólk með svipaða reynslu hittist. Og í svona hópum, þar sem fólk með svipaða reynslu að koma saman, þá verður til bara dýrmæt samkennd og traust, þar sem við getum miðlað okkar reynslu og þegið stuðning. Og svo auðvitað öllum velkomið að bóka viðtal hjá prestum. Það kostar ekkert og hluti af okkar starfi.
En sorgin, hún breytir lífinu og hún breytir okkur. Í gegnum sorgina getum við orðið meðvitaðir hve ástin er dýrmæt og hvað annað fólk er mikilvægt í lífinu. Og við höfum líka möguleika að öðlast meiri sjálfsþekkingu í gegnum sorgina, að því hún neyðir okkur til að horfast í augu við okkur sjálf á nýjan hátt. Stundum uppgötum við að við erum viðkvæmari og minni okkur á ákveðnum sviðum en við héldum. Eða þvert á móti að við komumst að því að við erum sterkari og stöndum okkur betur en við héldum áður. En þegar frá líður, þá truflar sorgin ekki jafn mikið og við getum átt góða daga, vikur eða mánuði. En svo er eins og hún steypist yfir okkur eins og alda. Það er eðlilegt. Og á afmælisdögum og hátíðisdögum þá er sorgin meiri og áþreifanlegri. Og núna þegar aðventan nálgast og jólin, og ef til vill er þetta fyrstu eða önnur jól einhverja hérna inni eftir missi, þá getur verið gott að undirbúa sig aðeins áður. Af því að það hefur sýnt sig að aðventan, jólin og áramótin geta verið erfiður tími fyrir syrgjendur. Ég ætla bara að nefna nokkra punkta. Að það getur verið gott bara ef fjölskyldna ræðir saman hvernig þið vilja halda upp á jólin og ekki gera mikla kröfur til ykkar sjálfra eða fjölskyldunar. Og svo er gott að muna að það er engin ein leið rétt. Sum ykkur vilja halda fjölskylduhöfðunum áfram, önnur vilja breyta til, sumir skapa nýja hefð þar sem fjölskyldan heiðrar minningu hins látna. En hugsum bara ein jól í einu. Það er hægt að hafa þetta öðruvísi næsta ári. Svo er gott að einbeita sig bara að því sem að þið treystið ykkur til, en ekki að gera eitthvað sem þið ættuð að gera innan gæsalappa. Og svo að muna að það er í lagi að biðja og þiggja aðstoð, hvort sem það er að skreyta heimilið, kaupa jólagjafir eða baka, og kannski viljið ekki skreyta, það er allt í lagi. En það er gott að hafa í huga að bara kertaljós og notaleg tónlist getur aukið velíðan. Og svo getur létt álagið að þiggja matarboð hjá fjölskyldu eða vinum og sleppa veldamennskuna. Og svo eins og við vitum þá er gott að hafa í huga að það er mikill erill oft sem að fylgir jólaháttíðinni. Það er mikilvægt að hvílast vel. Það því að sorgin tekur frá mann orku, maður er þreyttur þegar maður er í sorgferli. Og verið góð við ykkur sjálf og ekki búast við of miklu. Af því að þegar við erum í sorg, þá erum við sorgmætt og það má líka á jólunum. Og ég vil bara hvetja ykkur til að vera óhrædd við að sýna tilfinningarnar. Af því að það getur ef til vill hjálpað öðrum í fjölskyldunni sem eru líka að upplifa sorg. Og munum að gráturinn, hann líknar og hann hreinsar. Það er svo mikið losun þegar við leyfum okkur að gráta. En söknuður eftir ástvinni fylgir okkur ævina enda. Reynslan sýnir samt að flestir geti notið jólana, hátíðarljós og friðar. En nú veit ég ekki hvar þið eru stödd í sorgarferlinu, en mér langar svo að hvetja ykkur til að sýna ykkur sjálfum samkennd, vera góð við ykkur sjálf, gera eitthvað á hverjum degi sem að bara gera ykkur gott, byggir ykkur upp, hvort sem er að fara út í göngutúr, hitta góðan vin, fara í slökun eða kaupa ykkur eitthvað fallegt. Og svo er gott að geta leita í trúna. Þegar við eigum góðan Guð sem vil mæta okkur þar sem við erum og gefa okkur styrk og lýsa okkur leiðin áfram. Þann Gísla á Uppsölum orti fallegt ljóð sem er svona: Þegar raunir þjaka mig, þróttur andans dvínar, þegar ég á aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú, gef mér skilning hér og nú. Ljúfi drottin lýstu mér, svo lífsins veg ég finni. Láttu ætíð ljós frá þér, ljóma í sálu minni. Og minningarnar sem við eigum,
þau sem við söknum og syrgjum dýrmætur fjársjóður. Nú skulum við bara halla okkur aftur, leyfa minningunum að streyma fram og meðan við heyrum lagið Líttu sérhvert sólarlag. Hver draumur lífir aðeins eina nótt, sér hver andar í sem lífu jafnan skjót. Hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt og fljótt. En þá að augnablikið aldrei fyllist stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund. Því að tár sem þeirra burt aldrei nær að græða grunn. Líttu sérhvert sólarlag sem þitt innsta væri það, því morgni eftir orðinn gengur vísum Þú veist að tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Líttu sérhvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum Líttu sérhvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum Þá er komið að bænastund hjá okkur og nú ætlum við bara að hafa þannig að við getum kveikt á kerti hérna fyrir þeim sem við syrgjum og söknum, og meðan ætla þau Rolf og Úlla að leika eitthvað fallegt verk á hörpu og básunu. Gjörið þið svo vel.
Við skulum biðja. Góði Guð, takk fyrir að við getum alltaf leita til þín. Viltu umvefja okkur með kærleika þínum? Viltu græða sárin okkar og blessa minningarnar þau sem við söknum og syrgjum? Og allar bænir okkar felum í bænir sem að þú kendir og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við ætlum að syngja saman næsta lag sem kemur vonandi upp á textin hérna á skjánum. Þarna kemur það. Áðan þá söng hún Sigrún Hermanns með mér lagið Líktis eitthvað sólalag og nú er önnur Sigrún Grettisdóttir. Þær eru eiga metið í kórnum. Þær voru 5 Sigrúnar í kórnum. Þær eru 4 núna reyndar, ein tók sér frí en þær eru vinsalasta greinilega. En þetta er fræga lag eftir hann Bubba Mortens sem er mjög mikið sungið, sérstaklega við útfærir og missir. Og við ætlum að fá að syngja þetta fyrir ykkur hér í dag.
syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hinn sem lifum í trú, að ljósi bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Drottinn minn faðir lífsins ljós, látt náð þín að skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós, tak burt minn myrka kvíða. Vekur hann með sól að morgni, vekur hann með sól að morgni. Faðir minn, láttu lífsins sól lýsa upp sorgmætt hjarta. Já, þér ég finn frið og skjól, láttu svo ljósið þitt bjarta. Vekja hann með sól að morgni, vekja hann með sól að morgni. Drottinn minn réttu sorgmæddri sál, svala líknar hönd, og slökk þú hjartans arma bál, slít sundur dauðans bönd. Svo vaknar hann með sól að morgni, vaknar hann með sól að morgni. Farðu í friði, vinur minn kær, faðirinn mun þig geyma. Aldur og ævi þú verður mér nær, aldrei ég skal þér gleyma. Svo vöknum við með sól að morgni, vöknum við með sól að morgni. Svo vöknum við með sól að morgni, vöknum við með sól að morgni. Þá fer að líða að lokum hjá okkur og við þökkum þessu frábæra tónlistafólki sem búið að leika fyrir okkur ljúfa tóna í kvöld, og ég vona að þessi stund hafi verið ykkur til blessunar. En nú langar mig að biðja ykkur sem eigi auðvelt með að rísa á fætur og þiggja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið.
Í Jesú blessaða nafni. Amen. En ykkur óhætt að til ykkur aftur því við eigum eftir að fá að heyra verk hérna með þeim Rolf og Úllu. Þá þakka ég aftur kvöldu og kveð ykkur eins og venjulega með þessum orðum: förum í friði og þjónum Drottni með gleði.